Georg er verkefnadrifið klasasamstarf í jarðhitarannsóknum og þróun. Þetta eru bæði vísindaverkefni og hagnýtarverkefni, alveg frá félagslegu verkefnum og yfir í bara hardcore tækniverkefni og tengir saman bæði iðnað og akademíu og svona opinbera aðila. Við getum sagt að heimsbyggðin sé klárlega að vakna hvað varðar jarðhitann. Fólk er alltaf að gera sér betur og betur grein fyrir því að olían er ekki bara að valda mengun, heldur líka er hún takmörkuð auðlind. Endurnýjanleg orka er ekki bara rafmagn, það er líka hiti. Helmingurinn af allri frumorkunotkun í Evrópu er til hitunar og mjög stór hluti af því er bara til húshitunar á 20 gráðum eða svo. Þannig að þar getur jarðhitinn spila alveg svakalega stórt hlutverk. En síðan líka hvað varðar bara að komast nær sourcinu, því að jörðin er full af orku sem við getum nýtt. Krafla Magma Testbed er alþjóðlegt vísinda- og orkuöflunarverkefni og við höfum oft líkt þessu við svona fyrirbæri bara eins og CERN, hraðaninn í Sviss og Hubble-sjónaukann eitthvað slíkt. Þetta er aðgangur að kviku í fyrsta skipti. Eitt af megin markmiðum verkefnisins er að hanna aðferðir til þess að staðsetja kvikuhólf. Þetta hefur reynst erfitt með núverandi tækni og það er raun og veru ekki nóg fyrir okkur að ætla að hanna holur sem að geta þolað þennan gríðarlega hita og þrýsting sem er nærri kvikuhólum. Þetta höfum við einnig að geta staðsetið, þannig að við getum raun og veru borað að þeim og sótt þessa orku sem að þar er að finna. Fyrir Georg skiptir rosalega miklu máli að vera hérna á vísindagörðunum. Það er stutt í háskólanum, það er stutt í miðbæinn, það er stutt í þessi tengsl. Við náttúrulega erum, eins og ég sagði áðan, með mikið af alþjóðlegum verkefnum. Bara hugmyndafræði með vísindagörðum er náttúrulega algjörlega brilljant að búa til svona svæði þar sem í rauninni öll þessi suðupottur nýsköpunar og þekkingar og þróunar er og það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að vera hluti af því og þess vegna var það mikið gæfuskref að koma hingað.